Næsti gestur Klara Símonardóttir frá Rannsóknasetri Verslana og hún ætlar að ræða erlenda vefverslun árið 2025, hvað segja tölurnar og hvað þýðir það fyrir íslenskar netverslanir. Þannig ég býð bara á sviðið velkomna hana Klöru. Þetta virkar það ekki? Jú. Ekki það. Eins og Einar sagði, það heiti ég Klara og stýri Rannsóknasetri Verslunarinnar í dag. Ég ætla aðeins að tala helstu tölur úr gögnum úr erlendri netverslun og kauphegðun Íslendinga í netverslunum. Og þetta eru rannsóknir sem ég hef legið yfir síðustu ár og eins og mér finnst óþægilegt að tala opinberlega, þá mæti ég ef það er verslun og netverslun. Og hunda, ef þið vilja ræða þá eftir. Þetta virkar. RSOF óháð upplýsingaveita þegar það vantar einhver gögn verslun. Við rannsökum það sem verslunum finnst áhugavert og nauðsynlegt að vita. Við höfum gagnasett langt aftur í tímann og við reynum svona að vera hitamælar og stöðu íslenskrar verslunar og þjónustu. Svona til að sýna smá screenshot úr pökkunum okkar, þá erum við með mælaborð þar sem birtum ýmsa þætti sem geta haft áhrif á ákvarðanatöku stjórnenda í verslunum. Meðal annars þá birtum við veltutölur eftir geirum, innflutningsgögn, breytingar á hrávöruverðum, tökum saman og birtum mánaðarlega tölur umfang erlendrar netverslunar og við ætlum að kíkja aðeins á það núna. Og þegar við tölum erlendra netverslun þá erum við bara að tala pantanir og kennitölum einstaklinga. Og það líka búið að hreinsa úr gögnunum einhverjar risapantanir. Þannig að ef þú pantar þér einingahús frá Íslandi, þá telur það ekki með. Hérna sjáum við þróun erlendrar netverslunar frá upphafi 2022 og þessar tölur voru birtar áðan, þannig að þið með þeim fyrstu sem sjá. Þá 15% aukning á erlendri netverslun milli 24 og 25. Erlendar netverslunin nam 34,5 milljarði og við gerum ráð fyrir að ársveltan verði komin yfir 50 milljarða árið 2028. Þegar við horfum á ólíka flokka erlendrar netverslunar þá sjáum við að fatnaður hefur verið stærsti hlutinn frá upphafi en það hefur verið veruleg aukning til dæmis í flokknum byggingavöruverslun. Við gefum út netverslunarskýrslu fyrir árið 2025 og þá getum við skoðað betur einstaka flokka en eins og við sjáum, lengst til hægri þarna, þá var þetta síðasti desember upp á 4,2 milljarða rétt rúma. Það sem þetta eru tollaðar sendingar, það má alveg gera ráð fyrir því að við séum að sjá smá spillover frá nóvember. Þannig að það pantað á afsláttardögum seint í nóvember, það að koma til landsins einhvern tímann í desember, þannig að nóvember hefði átt að vera aðeins stærri og desember aðeins minni veðjum við á. Erlend netverslun í desember var 21% hærri heldur en í desember 24. Í nóvember var 13,5% hærri og í október 12,8% hærri. Og ef við skoðum fjórða ársfjórðunginn í heild, þá aukningin 16% milli ára. En við getum kíkt aðeins betur á fáeina flokka. Ef við horfum til dæmis á veltutölur í matvöruverslun, þá þetta ekkert einhverjar massívar upphæðir. Við förum úr 40 milljónum í janúar 2022, en við erum að tala 90 milljónir í desember síðastliðnum. Þannig að þetta alveg rúmlega tvöföldun. Og fólk spyr, ok, hvað í ósköpunum verður að vera að kaupa í matinn úr erlendri netverslun? Surprise, surprise, sælgæti. Einnig prótein, te, kaffi og því líkt. Þannig að það ekki bara að vera að panta fiskinn frá Svíþjóð eða nautahakk frá Bretlandi. Ef við horfum á flokkinn byggingavöruverslun, þá hefur hann líka tvöfaldast á þessu tímabili sem við erum með. Það að fara úr 150 milljónum upp í tæpar 400 milljónir núna í desember. Og ég skal sýna ykkur aðeins og eftir hvað nákvæmlega í pökkunum. Stærsti liðurinn alltaf fatnaður og við sjáum að hann mjög árstíðabundinn, sveiflurnar mestar í réttur jólin, október, nóvember, desember, ekkert sem kemur okkur á óvart, en topparnir hækka á hverju einasta ári. Og við erum að tala núna í desember þá voru þetta minnir 1,7 milljarður á einu mánuði í fatnað og erlendri netverslun.
En það sama má segja flokkinn lyf, heilsu og snyrtivörur. Stærstu póstarnir innan þessa flokks eru snyrtivörurnar. Það eru náttúrulega mjög afstigabundnar eins og fatnaðurinn og eins og allir aðrir flokkar hafa þetta hækkað rosalega mikið. En fólk spyr sig, hvað nákvæmlega er verið að kaupa? Hvað eru byggingavörur? Hvað er flokkurinn annað? Hvað er fatnaður? Við getum brotið kaupin niður og yfir tollflokka. Þannig að við vitum að í desember til dæmis nam erlend netverslun með leikföng 155 milljónum. Erlend netverslun með leikjartölur 46 milljónir. Þannig að við getum alveg brotið okkur á miklu ítarlegri gögn heldur en eru í almennri byggingu. Við tókum stakan mánuð úr undirflokkunum. Byrjum á að sýna ykkur flokkinn annað. 120 milljónir á einu mánuði í aðrar ótilgreindar plastvörur. Takk fyrir penn. Þetta er allt mögulegt og ómögulegt. Ég er búin að setjast niður með tollinum og ég bara, hvað er þetta? Hvað 120 milljónir í plastrall? Hvað erum við að gera? Þá er þetta blandaður flokkur. Þetta eru alls konar plastfestingar sem maður fyllt ekki inn í aðra flokka. Þetta eru plastbox fyrir heimilið. Hver pantaði sér ekki morgunkortsboxið á Temu? Þetta telur allt. En þarna er líka umtalsvert af öðrum flokkum. Þarna er flokkur 2, tollflokkarnir eru náttúrulega afskaplega vel nefndir alltaf. Þetta er bara öðrum orðum leikföng. Nota bene, uppáhaldsflokkurinn minn heitir glysvarningur. Það eru gerviskartgripir, skart úr óekta efni. Þarna eru 65 milljónir leikföng, 35 milljónir líkamsræktavörur. Og við getum alveg séð að flokkurinn er mjög fjölbreyttur. Ef við horfum á byggingavörur, normal mánuður í byggingavörum eru 40+ milljónir í ljós og ljósabúnað. Hversu mikið ef þessu sé mert? 14 milljónir og 8 milljónir fara í sitt lagi ólíkar gerðir handverkfæra. Þetta er allt tölur sem að tikka. Kíkjum á snyrtivörur. Við flytjum inn húð- og förðunarvörur fyrir 80 milljónir á mánuði, 15 milljónir í hárvörur og aðrar 8 í hárlengingar og kollur. Ég veist allavega að þetta séu 8 milljónir í gerviskeggi. En þetta er allt upphæðir sem munar í hvaða netverslun sem er. En af því að ég má ekki standa inn í allt kvöld að hnýsast í hvað er í pökkunum hjá landsmönnum og deila því í dítelum, þá ætla ég að fara aðeins yfir hvað rannsóknir RSOF og kauphögun sína. Við getum gert betur og ég ætla aðeins að fara yfir hvað ég veit að við getum gert betur, en líka hvað þið þurfum að hafa í huga ef þið eru að gera þetta vel, að halda í það og ekki glutra þið niður. Við gerum svo reglulega kannanir á hegðun Íslendinga í netverslun og ég ætla að fara í gegnum brotaniðurstöðunum sem við eigum. Árið 2020 var fyrsta könnunin framkvæmd og þá vorum við að skoða í hvaða tilgangi Íslendingar nýta netverslanir. Svo í kaup, eðlilega, yfir 90% er að nýta þær í beinkaup, en það var í svo miklu meira. Við könnuðum líka hvort fólk er líklegra til að nýta sér innlendar netverslanir, erlendar eða bæði. Í bland er algengast, en núna í nýjustu könnuninni sem var í lok 24 má sjá að hlutfallið sem nýta sér bara erlendar netverslanir hefur tvöfaldast. Það er ansi mikið. Við spurðum í fyrsta sinn í þessari könnun síðustu 24 hvort að þátttakendur hefðu nýtt íslenskar verslanir sem eins konar mátunarklefa. Hefur farið inn í verslun á Íslandi, mátaði að skoða vöru, pantaði hana frá öðrum selar á netinu. Já. 25% hægt segja já þarna. Ég heyrði á annarri könnun á sama tíma þar sem að hlutfallið er hátt í 40%. Þetta getur gerst inn hjá ykkur, þetta getur gerst í hefðbundinni verslun, þetta getur gerst hvar sem er. Þannig að lykilatriðið þarna er að klúðra viðskiptavinunum ekki út frá sér, heldur að klára kaupin. Af því að eitthvað þarf að ganga á til þess að hann labbi út úr verslunni þegar hann er búinn að máta skóna, skilja það eftir þar og fara og panta það á netinu. Og planið okkur er að kanna í næstu könnun hvort það sé það sem við giskum á að það sé verðið sem að spila þar inn í, hver verðmunurinn má þá vera til þess að viðskiptarinn klára kaupin strax. Er það 500 kall á maskara, er það 5.000 kall á skópari, hvar liggja sársaukamörkin? Já, við spurðum líka hvort að svarendur hefði skilað vörum úr netverslunum og það var af því að við vildum fá baseline á þetta til að sjá hvort að fólk væri að sleppa því að skila í erlendum netverslunum, hvort að fólk væri að skila í íslenskum netverslunum
til þess að við gætum sagt fólki tryggið að hafa skilaferlið skýrt, skilvirkt og þægilegt. Og það þarf því að passa að vera með þá ferla alveg í lagi af því að hlutfallið þó nokkuð hátt sem að skilar vörum í netverslunum. En hvað það sem við þurfum að passa? Hvað það sem að ég leika á gögnum sem að ég get sagt, heyrðu þið þurfa að passa 4 atriði. Og ég tók saman 4 punkta. Eins og ég sagði áðan, þá fólk að nýta netverslanir í miklu meira heldur en bara beinkaup. RSA fyrir að framkvæma úttektir á netverslunum, þannig að netverslan fáir bara actionlista, bara þetta eitthvað sem það að laga. Og ég nota það ásamt rannsóknum á kauphegðun og netverslunargögnin til þess að taka saman svo punkta. Netverslun upplýsingagjafi og þær eru notaðar ofta sem fyrsti snertiflötur við fyrirtækið af því að heimasíða og netverslun í flestum tilfellum orðin sami hluturinn í dag. Hún ekki aðskilin þáttur, upplifun og tónn þarf að vera í stíl við aðra upplifun á vörumerkinu og það þarf að vera full samþættingar á milli. Ef stakar netverslunar að ræða þá þarf líka til að vanda til samþættingar við ólíka miðla og hreinlega mikil ólíklar undirstíðina. Ég rakst á heimasíðan daginn þar sem að var skyndileg leturbreyting í skráningu á póstlista. Ég vil bara, þetta eitthvað skam þarna, komin einhver error og þarna allt í einu misti ég traust á fyrirtækið sem ég var að skoða af því að það bara allt í einu breyttist leturgerð. Og það svona stuðaði mann og kom manni úr flæðinu. Netverslanir og heimasíður eins og ég sagði á hann, orðnar einu. Það eru notaðar til að eiga samskipti með fyrirtæki í gegnum hafa sambandformin. Þeim mun þægilegri sem þau eru í notkun og auðveldari, þeim mun betra. Það eru notaðar til að fá upplýsingar fyrirtækið en ekki síður einstakar vörur. Það verða að vera skýrar og aðgengilegar allar upplýsingar. Það ekki bara að vera að skoða bara verðið. Fólk ekki bara að nota netverslun til að kíkja hvað varan kostar. Það verður að kíkja hvar hún til, hvaða litir eru til og allir aðrir eiginleikar. Það þarf að vera meira af myndum og meira af upplýsingum með vörum eftir því sem eru dýrari. En það ofboðslega mikilvægt eftir því sem varan verður dýrari að auðvelda viðskiptavinum að bera saman við aðrar sambærilegar vörur. Af því að þá kaupaákvörðunin miklu flóknari og það verður að vera auðvelt að bera saman. Netverslanir eins og ég segi nýttar til að komast að hvar varan til en líka hvernig á að nota vöruna. Þannig að það hellingstækifæri í að fræða eftir á. Heyrðu, þú keyptir svona vöru, við mælum með því að umhirðan sé svona eða hinsegin, sendum póst eftir x mánuði, þú veist að kaupa svona skó, mælum með því að pússa þá á 3 mánaða fresti. Hérna geggjaður skóáburður. Eitt af því sem helst að tala að erlendar netverslanir hafa á kostnað íslenskra eru góðir SEO-möguleikar. Vissulega hafa mörg fyrirtæki gert vel í þessu en það nauðsynlegt að auðvelda viðskiptavinum eins og hægt að finna þá vöru sem hann hefur einhver mynd af í huganum og komin til ykkar til að leita að. Það algjör óþarfi að ég þurfi að leita í gegnum 4 síður af skóm í öllum mögulegum stærðum. Ég bara að fara að kaupa 39. Það þarf ekki að sýna mér allt hitt. Það þarf ekki að vera með fokdýra vefverslun til að geta byggt upp góða SEO-möguleika. Ég hef borgað allt of margar milljónir fyrir uppbyggingu á netverslun og þurft að slást allan tíman við það að fá góða SEO-möguleika versus það að geta gert þetta á þokkalega auðveldan hátt í Shopify. Skilvirkni nauðsynleg í öllum ferlum og mikilvægt að hafa sem styðsta leið fyrir kaupandann í gegnum kaupin og tékka þessi örugt og fljótlegt. Eins fá klikk og hægt komið í hverfu, kontónum út. En þegar við ákveðum að stofna fyrirtæki, verslun, og þá það vegna þess að við teljum okkur vita að viðskiptavinum okkar vantar eitthvað. Við erum að uppfylla einhvern sársaukapóint, við erum með geggjaða vöru sem að öllum vantar, við erum alveg með þetta. Og við förum og tölum við eitthvað fólki, eigum samtal við framtíðar viðskiptavinin en stundum klárum við bara þar. Stundum höldum við ekki þessu samtali virku. Við þurfum að greina hver markhópurinn hvort hann sé að breytast. Erum við nokkuð óvart að ná til nýs hóp sem að nota vörun okkar öðruvísi heldur en við héldum. Og þá þurfum við að meta hvort við getum ekki gert eitthvað úr því virði. Við þurfum að vita hverjir eru að versla hjá okkur, hvað kaupa, af hverju kaupa, hvernig nota vöruna, hvernig hún endist og hvort það mælt með henni áfram. Og það eru ótrúlega margar leiðir til að framkvæma þetta sem að kosta ekki 600 skall í Gallup spurningavagni. Við getum notað rýnihópa, mikrokannanir á póstlista, mínikannanir á heimasíðu, samfélagsmiðlum, eftirfylgni kannanir eftir kaup.
En þetta byggir þá allt á því að við ætlum að gera eitthvað við þessi gögn. Það þýðir ekkert bara að safna og svo eru þau bara í inboxinu og við notum þau ekkert til að breyta og bæta. Þannig að það sem ég mæla helst með er að vera í sívirku samtali við viðskiptavinin, en mögulega líka þá sem eru ekki í viðskiptum við okkur. Af því að af hverju eru þeir ekki að versla hjá okkur? Hvað er að stoppa þá? Og þá fáum við oft ótrúlega hreinskilið feedback á hvað við erum ekki að gera endilega vel, þó að öllum öðrum finnst við vera ógeðslega góð í, en þá eru alltaf einhverju partar á markaðinum sem við getum tappað inn í. En þetta voru bara helstu punktarnir mínir á Miklihundavaði. Það eru kontaktupplýsingar þarna ef þið viljið senda ykkur follow-up spurningar og ekki hika við að heyra mér. Annars bara takk fyrir.